Þessar mundir í ritun 2 bækur sögu Kristness í Eyjafirði. Annars vegar bók sögu Berklahælisins á staðnum sem byggt var árið 1927 og áætlað að komi út á næsta ári og hins vegar bók sögu þorpsins og samfélagsins sem byggðist í kringum hælið. Sú bók kemur út eftir fáar vikur. Brynjar Karl Óttarsson, kennar á Akureyri, hóf að rita sögu hælisins á Kristnessi sem lokarit gerði kennaranámi sínu við Háskóla Íslands fyrir 15 árum. Eftir námi fékk hann bróður sinn Rósberg í lið með sér og ákváðu þeir að halda áfram söguritum Berklahælisins sem nú sér loks fyrir endan á. Málið þeim nokkuð skylt enda eru þeir bræður aldir upp á Kristnessi og störfuðu báðir mörg sumur á hælinu. Við hittum Brynjar einn sólríkan haustdag og fengum okkur gönguferð staðinn. En hvers vegna varð Kristness fyrir valinu fyrir Berklahæli? Það komu nokkrir staðir til greina og það var nú kannski það sem svona réði úrslitum var heita vatnið hér í jörðu. Kristnesshæli ef ekki fyrsta þá allavega eitt fyrsta stórhýs á Íslandi sem hitað upp með heitu vatni. Nú fjarlægðin frá Akureyri var heppileg. Þetta var svip á fjarlægðin frá Reykjavík til Vífilsstaða. Þannig að, og svo var eitthvað fleira en þetta var svona kannski aðalega heita vatni sem að... Þú ert búin að grúska í þessari sögu í öll þessi ár. Eitthvað hlýtur nú að hafa rekið á fjörið þína sem að gerði þið bara hreinlega agndofa. Já, heldur betur. Það eru margar sögur sem ég geti sagt en ég náttúrulega ætla nú ekkert að vera ljóstarheim og mikið upp í hérna Við fáum það í bókinni. En jú, vissulega, ég meina þið getur rétt ímyndað ykkur hér náttúrulega bara samfélag fólks í áratugi. Fólk kom hingað til dvalar í ekki dögum eða vikum. Saman heldur kannski mánuðum og árum og jafnvel áratugum. Já, það var svo langt. Já, það eru dæmi það að fólk hafi verið hérna á hælinu í áratugi. Já. Þannig að... Við stöndum akkurat hérna fyrir fram að þessa stóru byggingu. Þetta hefur verið alveg gífurlega stórt og mikið á þessum tíma. Já. Ég meina bara núna í dag þegar við löpum hérna þá náttúrulega fyllumst við ákveðin lotningu en hvað þá 1927? Já, hugsa sér. Hér þegar að hæli vígt 1. nóvember 1927 þá eru að mig minnir 4 bæir hérna á þessari torfu. Ég tala gjarnan Kristness torfuna. Það þá þetta samfélag hérna, það hæli, það eru starfsmannabústaðarnir í kring og svo bæirnir sem eru hérna Kristness. Já, Kristness hérna fyrir sunnan. Kristness hérna fyrir sunnan og svo það Reykjúsbæirnir hérna hinum megin í norðan við. Já. Benda til þess að það hafi stigið reykur upp úr jörðinni, væntanlega. Já, akkurat. Það ekki ósennilegt, Og svo í seinni tíð hafa risið hérna hús líka. Það eru íbúðir aldraðra hérna líka norðan við hælið sem eru reyndar á vegum sveitarfélagsins. En þær voru teknar í notkun 1991. Og svo nýbýli í landi Hjálmstaða sem var nú bær hérna í gamla daga fór í eyði kringum 1950. Þannig að Hjálmstaðir gömlu voru hluti af þessu samfélagi fyrir þá sem ólust hérna upp kannski 30, 40, eitthvað svo leiðis. En hvernig var að alast upp á Kristnessi? Manni fannst maður vera svo öruggur hérna. Náttúrulega sem barn þá upplifði maður hlutina með allt hætti heldur en þegar maður fullorðinn og þetta var bara heimurinn. Þegar maður var hérna að leika sér og maður horfði hérna yfir Eyjafjarðarána og yfir á næstu bæi þá fannst maður þetta svo langt en þetta svo stutt. Þannig að bara þetta samfélag hér, þetta þorp var bara veröld út af fyrir sig. Voru þið margir krakkar á þínum aldri? Já, það líka. Ég náttúrulega ólst hérna upp á 9. áratugnum og þá kannski má segja að það sé ákveð svona blómaskeið. Þá hérna voðalega mikið af fólki hérna. Ég held að íbúafjöldin hafi farið mest í eitthvað rúmlega 70 og þá erum við bara að tala starfsmannabústaðina, ekki bæina hérna í kring. Þannig að það voru fleiri hérna á torfunni. Og þá var svona stöðuleiki líka í búsettunni. Þetta var mikið til sömu fjölskyldurnar sem bjuggu hérna árum saman og mikið af börnum og mikið líf. Já, þessi stóra bygging eitt en svo eru margar smærri byggingar og kannski eitthvað af þeim eru þínir uppáhaldsstaðir. Viltu sýna mér það? Já, endilega. Kannski
svona merkilegt hús hérna sem við skulum skoða er læknisbústaðurinn gamli. Það er fyrsti starfsmannabústaðurinn sem er byggður hérna. Eðlilega kannski. Já, eðlilega. Það nefnilega var þannig að 1931, janúar 31, þá brann hælið. Efsta hæðin brann til kaldra kola. Sem betur vel þá var nú steypt gólf þannig að eldurinn náði ekkert niður á neðri hæðir. Já. En í kjölfarið var ákveðið að byggja læknisbústað því að fram að því hafði Jónas Rafnar, yfirlæknir og fjölskylda hans búið hér í hælisbyggingunni. Það var sérstök læknisíbúð hér. Við stöndum nú bara einmitt við hana núna. Já. Hérna í þessum enda á annarri hæð. Já. Og 32 þá flytja þau hérna yfir í læknisbústaðinn. Já. Og það er sem sagt fyrsti starfsmannabústaðurinn sem er byggður við hælið. Þannig að þetta hús náttúrulega svona er svolítið sérstakt að því leytinu til. Já. Og svo liði nú einhver ár þar til næsta hús var byggt hér neðar. Svo kallað ráðsmannshús fyrir ráðsmanninn, fjölskyldu hans. Það er byggt 38. Og það er svolítið skemmtilegt að segja frá því. Það er mjög svona viðburðaríkt ár hérna á Kristnesi, eða sumarið 38, þegar verið að byggja ráðsmannshúsið. Nú? Þá, já, þar fæðist nú að tali fyrsta starfsmannabarnið í Kristneshæli. Auður Eiríksdóttir, og hún er nú einn af viðmælendum mínum í bókinni, segir frá uppvextinum í ráðsmannshúsinu. Þau eru frá mörg að segja sú kona. Já, heldur betur. Og þarna þetta sumar að þá eru sjúklingar á Kristneshæli líka byrjaðir að svona berjast fyrir sínum hagsmunum. Það hafði ekkert verið neitt fram að því. Og þeir sendu bréf sem þeir söndu hérna á hælinu til allra sjúkrastofnana á landinu, þar sem þeir hvöttu sjúklingar til að taka saman höndum og það var upphafið af SIBS, stofnun SIBS. Hér göngum við eftir aðalgötunni í gegnum þorpið og hérna, hér hafa margir gengið. Já, hér hafa margir gengið og margir keyrt. Við erum núna á, sko, já, eins og segir aðalgötunni í gegnum þorpið. Svona 1960, já, svona 1960, þegar komið svona aðeins fram á 7. áratuginn, að þá þessi gata komin og öll húsin hér við götuna. Eru þetta starfsmannahús? Þetta eru starfsmannahús og húsið hérna, þetta það sem kallast SIBS húsið. Nú? SIBS byggði þetta hús fyrir verkstjóra vinnustofana en svo kemur hérna neðri gatan í kjölfærið á 7. áratugnum og fram á 8. Það eru 4 raðhús hérna eða 4 stór hús í götunni og á þessum tíma 64 til 73 og þá eru þessi hús byggð og hús í reikhúsum líka. Þannig að 1973 þá komin svona eiginlega endaleg mynd á þorpið fyrir svo utan þessi 2 nýju hús sem komin svo síðar. Já. En svo breytist í raun og veru starfsemi hælisins og í dag, hvað í Kristnesi í dag? Í dag þetta, sko, FSA tók við rekstrinum 1993 og síðan þá hefur verið rekin endurhæfingardeild og öldrunardeild og var náttúrulega tekin í notkun sundlaug hérna, endurhæfingarlaug, minnum við 2001. Þannig að það er mjög öflug starfsemi hérna í gangi núna, en það sem kannski svona hefur farið fyrir brjósti, ég vil bara koma því hérna að sko, farið fyrir brjósti á fólki sem tengir staðnum, að það er svona hvernig umhverfið allt hefur drabbast niður, svona síðustu ár og kannski áratugi. En sagan sem sagt sett í bók, segðu mér aðeins frá því hvernig þú talar 2 bækur þarna upphaflega, Já, ég sem sagt núna bara að einbeita mér að klára sögu þorpsins og hún byggist upp á viðtölum við 8 einstaklinga sem bjuggu hérna á mismunandi tímabilum og elsta frásögnin frá Bjarna Rafnar, lækni, syni Jónasar Rafnar, sem ólst hérna upp og einn af frumbyggjónum. Það var mjög gaman að hitta hann. Hann til dæmis mundi eftir brunanum á hælinu, 31. Og svo bara bókin full af ljósmyndum og svona styttri frásögnum, tilvísanir í heimildir, ýmsar heimildir, dagbækur og annað.
Þannig að svona mín von er að þegar að lesandinn er búinn að fara í gegnum bókina þá svona hafa hann öðlast einhverja mynd af því hvernig samfélag þetta var og er. Og þú ætlar að gefa þessa bók út núna Já. bara á næstu vikum eða hvað? Já, ég bara stefnaði komin út fyrir jólin. Já. Það verður jólabókin í ár. Og mér langar að nota þetta tækifæri og segja frá því að það er hægt að kaupa sérstaka útgáfu af bókinni. Og til þess þarf fólk bara að vera í sambandi við mig og hún er svona persónulegri, þar er handskrifaður aukafróðleikur Kristnes. Ég náttúrulega þekki orðið til vel og kann margar sögur og er með mikið af aukaefni sem fer ekkert í bókina og nöfn þeirra sem kaupa þessu útgáfu koma í sérstakann þakkarkafla í bókinni og svo keyri ég bókina út Nú, það er til þeirra sem að vilja. Það er þjónusta. Það er þjónusta, já.